Gullinsnið ákveðið form á húsum eða hlutum. Þetta mjög algengt form út í náttúrunni og þetta form sem okkur þykir mjög fallegt, svona flestum allavega. Gullinsnið gengur út frá ákveðnu hlutfalli sem við köllum phi, skrifað með gríska stafnum phi, sem nokkurn veginn svona, ég kann nú ekki að skrifa hann vel, og þetta hlutfall það bil 1,618. Þetta þýðir að ef ég teikna ferhyrning og síðan teikna ég ferhyrning sem 1,618 stærri, sem hlutfallinu 1 á móti, og þá fæ ég ferhyrning sem ekki alveg 2 sinnum stærri, svolítið minni. Sjá, þetta hefnaðist ekki vel hjá mér. Og svona held ég áfram, og þá verða ferhyrningarnir alltaf eins sá stóri plús þessi minni. Og svona held ég áfram. Og hér eiga í raun að vera fleiri minni, þannig að þetta endar í svona spíral hjá mér. Og þetta munstur sem ég sjá út í kuðungum. Í byggingum þá erum við oft með til dæmis framhlið á einhverju húsi og svo kemur hinn ofan á, muniði, sem hann ekki svona breiður, hann svona, en þið munið þetta náði hingað upp, þá nær kannski þakið hingað upp. Það fullt af byggingum, kirkjum og öðrum byggingum sem eru byggðar með þessu gullinsniði. Til dæmis ekki píramídarnir. Taj Mahal byggt eftir þessu, Meyjarhofið á Akrópólis í Aþenu byggt eftir gullinsniði, fullt af þekktum byggingum. Og margar byggingar eru með gullinsniði út allt. En það ekkert endilega alltaf auðvelt að sjá hvar þetta Gullinsnið líka oft notað í málverkum og ljósmyndum. Ef maður nær þessu hlutfalli einhvers staðar inn, þá verður myndin bara einhvern veginn fallegri.